Komið sæl og blessuð, velkomin í fyrsta bridge-þátt samstöðvarinnar nokkurt skeið. Við höfum verið í sumarfríi eins og margir aðrir landsmenn undanfarið, en förum nú aftur á stað og sýningatími okkar verður klukkan 17 á sunnudögum. Svo verða náttúrulega endursýningar og þið getið fylgst með okkur í útvarpi, YouTube, Facebook og svo framvegis, en við erum semst á rás 5 hjá Símanum fyrir þá sem eru svo heppnir að hafa Síman. Nú ætlum að fara bara létt og skemmtilega stað. Gestir þáttarins eru góðir eins og jafnan. Aron Þorfarsson, velkomin. Þú ert spila bridge í Noregi. Býr þar, já. Býr þar og getur svona komið með kannski með skemmtilega samanburða á bridge-lífinu hér og þar og áherslur. Ég hlakka til að heyra af því. Og svo erum við með systkin hér. Hörpu og Bæring Henrys börn. Ekki satt? Jú. Það er við. Já, veriði velkomin. Takk. Við erum sem sagt þá í þætti dagsins með 1 lærðan og 2 leika, 2 nýliða sem er frekar stutt síðan tóku sín fyrstu skref í bridge-íþróttinni, en það hefur glatt mitt hjarta að sjá að þau eru mjög duglega að keppa í sumarbridge, margar vikur sem að þau mæta bæði á mánudags- og miðvikudagskvöldum. Þannig að mér datt í huga að það gæti verið ágætt að svona fyrir aðra þá sem að horfa á þáttinn hafa ekki tekið fyrstu skrefin í bridgesinum eða eru að taka fyrstu skrefin eða eru að spá í að taka fyrstu skrefin, að fá svona aðeins að vita hvernig öðrum líður og hvernig maður ber sig að. En svo verður svona, við Aron tökum líka einhverja svona aðra umræðu bridge á hærri level. En ég ætla nú bara að byrja þá því kæru systkin að spyrja ykkur sko hvað leiddi til þess að þið svona kynntust bridge íþróttinni. Ég kynntist þessu náttúrulega í gegnum það að þú varst að spila þetta þegar Já. ég var krakki. Það eru 10 ára á milli okkar. Já. Og ég fór á námskeið hjá fyrirbæri sem var kallað Gamla apótekið á Ísafirði, sem var svona ungmennahús sem var verið að koma á fót þegar ég var svona 16-17 ára. Já. Og það var verið að reyna að finna eitthvað sem var hægt að láta okkur gera, annað heldur bara veltast í sollinum, eins og var svolítið mission þá að reyna að koma ungu fólki að gera eitthvað, og þetta var eitt af því sem var í boði. Það var svona bridge-námskeið. Og það var bara fenginn, þú veist, kall. Addi Geir kom og kendi okkur þarna, ég held við höfum verið alveg 4 á þessu námskeiði. Já. Það er náðast í hring. Já, en út úr því komu sko 2 spilarar. Ég og annar strákur sem að náðum að komast sem sagt þangað að kallarnir voru til í að bjóða okkur að hanga með sér. Já. Þannig að við vorum boðin að fengum að koma og spila með þeim einu sinni í viku, og þá er hann svona 7-8 ára eitthvað svoleiðis, og svona sá að þetta var til. Já. Svo var náttúrulega boðið upp á þetta sem valáfanga í grunnskóla hjá mér. Já, hvað ár var það? Það var í 10. bekk. Þetta hefur verið þá 2010. Og þetta eru Ísafirði þá? Já. Það var kall sem kendi það þá. Og það voru alveg 4 sem kunnu að spila bridge eftir það, sko. Já. En það að það hefur verið boðið upp á þetta námskeið í skólanum 2010, var það þá tengt því að sá sem kendi var sjálfur bridge-spilari? Já, það var eina ástæðan, sko. Það er náttúrulega svoleiðis í skólum út á landi, að það er bara, þú veist, hvað getum við boðið upp á sem valfög? Þá bara gengið á kennararöðina. Hvað kannt þú? Og svo er eitthvað búið til eitthvað sem hægt er að bjóða upp á, sko. Já. En mynduðu segja að þið hefðu alist upp við eitthvað sem við getum kallað spila menningu? Já. Sko, það var rosalega mikið spilað heima hjá okkur. Já. Foreldrar okkar spiluðu og systkini þeirra, og mikið spilað í fjölskyldunni, en ekki bridge. Nei. Borðspil og aðra vist. Já, vist og kanir rosa mikið. Hortnafjarðarmanni og eitthvað svona. En það var ekki spilað bridge. Við vissum samt að það var til, sko. Afi spilaði á sjó. Já, og ykkur langaði að svona, já, það fannst þetta spennandi, sko. Hvað maður segja, annað erfiðleikastig, aðeins meira keppnis. Já, og svo liggur allt í dróma lengi. Já, svo bara langan tíma þá náttúrulega
þú veist, flytt bara eitthvað heimann og hef engan til að spila við og hann hafði engan til að spila við og svo í rauninni fyrst núna síðasta haust sem við búum bæði í sama landshlutanum og hugsaðum með okkur, nú tækifærið nú bara, og svo var ég alltaf að fá einhverjar auglýsingar á Facebook byrjendanámskeið í Bridge þannig að við bara ákváðum að henda okkur í þetta. Hefst mér byrjendanámskeið í 30 afmælisgjöf. Akkurat. Sem við fórum saman á. Í fyrra haust. Í fyrra haust. Já. Sko það sem þetta skemmtilegt að heyra. En það sem að mér hefur fundist sko eiginlega sérstaklega flott hjá ykkur, bara svo ég segi það, því við höfum stundum mæst við í sumabrits eða miðvikudagsbrits á veturna, hvað það kallast þarna í síðumúlunum sko. Þið eru svo duglega að taka þátt þegar einhvern veginn fari beint í það að keppa en fyrir marga hefur það verið svona fólk ímyndar sér að sko keppnisbritsin sé aðeins og stórt stökk að taka sem það náttúrulega ekki sko. Nei, ég held að sé þannig ekki og þetta kannski kemur smá til af því að við þú veist, við vissum ekki betur sko, við vissum ekki að við ættum að vera hrædd þegar þetta, þú veist, við vorum bara kláruðum þetta námskeið og svo mættum við í nýliða Bridge sem er á sama tíma og miðvikudagsklúbburinn og svo vorum við búin að mæta þar 3 og þá segir Maggi svona, þið farin að spila svo hratt, næst verðið þið bara hinum einn og við bara, já, ok og Magnússon Bridge-kennari hann hefur svona næst verðið bara hinn meginn, þið spilið svo hratt og þannig að við bara gerðum það og föttuðum ekki fyrir kannski svona viku síðar eða 2 að þetta var kannski svona smá skref sko að fara þarna yfir en sjáum sko ekki eftir því. Alls ekki. Og það var vel tekið á mót okkur og kæmum þarna eins og algjörir villsingar sko og enn og það er bara, þú veist þetta ekkert til að vera hræddur við. Það allir svo vinalegir. Það er frábært að heyra vegna þess að við Aron þekkjum þá tíma þegar það var ekkert endilega þannig. Já. Þetta er mjög jákvæð breyting sem að við höfum séð myndi ég segja á þessum 30 árum síðan ég byrjaði sko. Já, frábært. Sko við erum búin að vera að mæta þarna núna alveg síðan í desember, alltaf á miðvikudögum og svo bættum við í sumarbritsinum að vera á mánudögum líka. Við höfum aldrei verið skömmuð. Nei, það verður ekki komið fyrir. Við höfum séð að fólk rífast hvert annað en það Já, það er bara Já, það er sko þegar við getum sleppt í að eins og þetta var, þá voru gjarnan að kalla sko keppnistjóra á algjöra byrjendur fyrir svona tækni feila og og það, veist, maður bara skammaður sko. Já, og við höfum alveg séð að það er ekkert svoleiðis og fólk er rosalega viljugt líka að leiðbeina okkur. Það sem okkur finnst mjög gott að því við viljum læra og við viljum verða betri að mjög oft eftir að setan er búin, við erum búin að spila 4 spil að þá er fólk til í að segja svona já, heyrðu, þetta, þú veist, þú hefði geta gert svona eða svona eða við gerðum þetta svona út af einhverju og þessu og hinnu. Þannig að þið viljið nýta spilakvöldi sem tækifæri til menntunar. Algjörlega, sko. Það er markmiðið. Þannig að það er ekki ókurteisi að spyrja ykkur viljiði vita hvernig þú hefði kannski getað að spila vörnina betur. Nei, alls ekki. Þið myndi bara líta það sem aðstóð. Já. Við viljum heyra það, sko. Við viljum ekki láta skamma okkur, en við viljum láta leiðbeina okkur. Já, það er munur þar á. Já. Og þetta hefur bara sem betur fyrir breyst mikið. Þetta hefur gjörbreyst. Og ef ég kannski get bætt inn sko, það var ekki nóg með að menn voru kannski eða sumir spilarar, þetta voru nú gjarnan oft ekki þeir bestu sem voru svona kannski erfiðasti hvað þetta var það sko en svona þeir næst bestu. Já, það var svona frústiraðir yfir að geta aldrei. Já, og svona þessi sem að kannski maður myndi flokka sem svona sæmilega klúbbspilar í dag og en það var svona, maður hafði á tilfinninguna að það var verið að reyna að ná í alla punkta sem hægt var sko á tækniatriðum sko. Já, sammála þessu. Og mér finnst líka bara, fyrir ekki að teka þér orðið, ég ætla nú kannski ekki að gera það en ég ætla bara að skjóta inn að mér fannst stundum að það væri verið að senda manni þau skilabóðum að maður ætti bara ekkert heima í heimina betri. Já, en svo líka annað sko kannski það sem var svona þeir sem voru
kannski bestir, þeir voru nú kannski ekki mikið í því að reyna að ná í stig, ódýr stig sko á mann, en það var oft sumir þar voru kannski bara með gríðarlega hátt spennustig sko sín á milli, þú veist, við borðið og það gæti verið bara dálítið flókin upplifun að sitja og horfa á 2 fullorðna menn nánast ganga í skrokk á hver öðrum sko. Já. Og ekki það betra þegar maður sér hjónafólk bara nánast stund að skilnaði í beinni útsendingu. Já, eða þú veist, eða einhverja svakalega svífiðingar í orðum og svona sko, þú veist, þetta bara eitthvað sem en svona bara var þetta sko stundum. Þetta leiðir hugana því að fyrir sko keppnisspilara sem berjast með kjaft og klóm hvern titil, þá svona mjög margir að tengja við alveg óbúslegt adrenalín sem að sko bara dælist inn í blóðrásina og þú getur ekki notað það til þess að taka hröðustu rispu upp hægri kantinn með boltan og vera með frábæra fyrirgjöf. Þú situr bara dæmdur og þú þarft að hafa hemil á öllu þessu adrenalín. Hafið þið fundið fyrir þessu efni? Algjörlega, við höfum oft orðið gífurlega svona spennt. Já, þessu, sko. Og bara fengið eitthvað stress sko, bara ótrúlega skrítið að sitja sallarólegur að spila sem svona í almennu tali og almennir menning þá þetta svona afslappandi athöfn. Já, bara að spila. Hjartslátturinn á milljón með... Og svo bara hjartslátturinn alveg á milljón og eitthvað sveittur og stressaður. Algjörlega. Bara sko, ég hef stundu sagt að á einu bridskvöldi, ef maður er að spila góðan bridge, þá hugsa maður meira heldur en bara næsta hálfa árið í vinnunni. Já, ég hef líka séð sko að því að í sumarbridge þá verið að taka 7 setur, þannig spilu 28 spil, að ég er stundum sko búinn með athyglinna eftir 6. Þannig að ég bara, í síðustu setunni þá er ég orðin bara uppgefin. Ég samt ekkert búin að vera neitt sérstaklega busy, það er ekkert búin að vera ekkert búin að vera í einhverjum push-ups. Nei, engin brjála aksjón, en ég er bara búinn sko. En þetta er svo rosalega skemmtilegt að bæta alltaf við kunnáttu, talning. Já. En náttúrulega við þurfum að telja litina og við þurfum að reyna að muna Ása kongadrottninga Gosa. Byrjuð þar, svona, ef við munur 10 og 9 þá er það frábært. Margir bridgespilarar muna hvert einasta spil niður í kannski 7-6, þeir eru ekkert mjög margir sem að held í muna þar fyrir neðan, þeir eru þá kannski með einhver heilkinni eða ekki bara. en það er bara eitt. Þetta er bara eitt. Já. Í sem sagt, playinu eða vörninni. Svo náttúrulega sagninnar, þessi síbreytilegi heimur, hvernig þær taka alltaf, hvernig kemur alltaf nýjón í kunnátt og það er eftir því hvað hinur eru að gera við borðið og í hvað röð hlutir gerast. Og til dæmis hvaða kerfi lærið þið? Standard. Já, einmitt. Og það er kannski þar sem að svona mestu úrbæturnar geta orðið hjá ykkur eins og þegar þið verða að keppa í sumarbridge og komast í betri samninga eða eitthvað. Já, það er gallinn. Já, og svo það að sko maður lærir eitthvað og þú veist eins og spilin sem verða að nota í bridge skólanum, þau eru alltaf svolítið svona borleggjandi. Það er alveg svona mjög oft, svona sérstaklega náttúrulega til að byrja með og svona, að það er svona nokkuð augljóst hvert á að fara. En svo þegar við erum komin í alvöru spilamennsku, tölvugefin spil, skiptingarna getur orðið gríðarlegar. Skiptingarna rosalega skrýtnar oft og svo þegar einhverjir á móti manni eru að spila eitthvað kerfi sem maður skilur ekkert í, að þá oft verður við sérstaklega ámar að vera með einhverjar innókomur eða hvað sko, það er svona flækist allt sko. Það er kannski rétt í þessu samhengi til áhörfundur sem ekki kunnið bridge að nefna að í bridge er mjög sóst eftir áhættu að segja eins mikið á spilin og hægt er eins og þau leyfa og til dæmis ef þið segið 11 í kana og fáið 13 þá er engin sérstökur viðurlög við því að þið hafið bara sagt 11 en þú getur fengið hreint 0 ef þú ert að spila samning á 5. sagstiginu þar sem spilinni eru þannig á milli þínum akkers að þú átt að fá 13 slagi þannig að það er líka þetta sem er svona kannski ólíkt mörgum öðrum spilum og náttúrulega við getum líka bara haft mörg orðum samspilið, samvinnuna þetta er svona dans á milli tveggja. Sjáu þið fyrir ykkur að þið tvö verðið
bara aldur og ævi bridgepar. Já, ég sé það nú fyrir mér sko. Já, gengur vel það gengur vel halda haus og við erum ekki, já, góðaskapið sko. Það er mikilvægt. Það er mikilvægt og við eiginlega ákváðum strax í byrjun að þegar við ákváðum að spila saman að þú veist, við ætlum ekki að slást yfir þessu sko. Það var eitthvað par í Britsinu á Ísafirði sem var frægt. Já, sem var svona, við ætlum ekki að vera eins og þau. Ef nafninu? Nei, heldur ekki. Ég ætla að koma aðeins betur að ykkur síðar, en frábært að fá ykkur og þið sem sagt hvetið bara til að stökkva inn í þessi svona léttari einskvölds keppniskvöld. Já, bara henda sér í þetta og prófa. Maður gerist það ekkert verra heldur en maður verður neðstur. Nákvæmlega. Nei, það er nefnilega. Við erum búin að gera það oft. Já, og það er svo í góðu lagi. Og svo fáið þið þið farið á netið og þið kallið fram spilagjöfina. Já. Að loknu kvöldi eða daginn eftir eða eitthvað, við næstum tækifæri. Oftast bara á milli seta. Og þið berið saman ykkar árangur við árangur annara og þið ræðið hvað hefði mátt fara betur. Já, svona skoða af hverju þeir gera, hlutir enduð eins og þeir enduð. Já, hvað við hefum getað gert betur og svo eins þegar við sjáum einhverja sem hafa gert miklu betur en hinir, að þá skoðum þú hvernig hefði þetta mögulega geta gerst, hvernig væri hægt að spila spilið þannig að þetta myndi ganga upp og svona. Þetta lýsir metnaði. Og svo er bara sjálfsagt að í svona tilvikum að þá bara gangið á þessa sem eru svona flinkir og segja bara byrju, hvernig hvað gerðist þér? Skilur, já. Og fyrir en varir eru þið farin að sjálfa geta tekið svona galdrakúpp. Hver veit. Það væri gaman. Heyrðu Aron minn, gaman að sjá þig. Sömuleiðis. Við höfum nú við kynntumst nú í gegnum Britsinn fyrir áratugum og höfum marga fjörunasopið saman við borðið en aldrei leist, alltaf gaman. En nú er náttúrulega víkmilli vina, það er alltaf síðan þú flutti til Noregs. Já. Og ég ætla svona að biðja þig aðeins að lýsa svona kynnum þínum að Brits íþróttunni í Noregi miða við svona í samanburði við Ísland. Hvernig er þetta tveir ólíkir heimar eða? Já, bæði já og nei. Noregur náttúrulega það er 15 fleiri sem búi í Noregi eða allavega það og þú getur sagt að Britsinnan er í hlutfalli stærri. Noregur hefur ekkert verið öðruvísi hvað Brits varðar heldur en Ísland að því leitin til að það er þú veist, þáttakan var stærri fyrir einhverjum áratugum Meira þjóðarspil en er Já, það voru bara aldrei þjóðarspil hér en það voru samt helvíti margir sem spiluðu fyrir 20-30 ára. Já, og það voru, mér skilst það að vera miklu fleiri í Noregi líka en það er samt, þú veist, þetta er miklu stærri sena í þar heldur en hér, það eru, þú ert að spila eins og það er spiluð svona deildarkeppni það sem er 2 helgar yfir veturinn, svona langar helgar og þar eru veist, það er ein fyrsta deild, það eru 3 riðlar í annari deildinni og svo eru ótal margir í 3. og 4. Ég veit bara ekki hversu margir það eru en þannig að það er nú svo en þetta var þetta var víst enn stærra hér áður og en þeir eru, þú veist, keppninnar eru aðeins öðruvísi settar upp heldur en hér en ég menna, þú veist, það eru leiti svipað, Hvert er viðþorf hins almenna norðmanns til spilsins? Er þetta gáfumannaspil eins og stundum enn og svona talið í verðlutinni? Er þetta bara nördaskapur? Já, ég var nú bara að vita það. Ég viðurkenni það, ég eiginlega veit ekki alveg svarið við þessari spurningu. Nei, kannski er líka svarið ekki uppi. Nei. En mér finnst þarna úti, það er bara mjög breið mannlífsflóra sem að ég mæti þarna. Veist, það er töluvert, minnst vera meira af konum að keppa þar kannski, Já, og svona hefðbundnu almennu móti.
Já, mér finnst það, eða svona allavega á þessum svona betri mótunum, sko. Það leiðir hugan að því að hér hafa konur síðustu ár verið í hópi, verið semst í miklu meiri hluta nýliða. Ég held að séu milli 70-80% af nýjum spilurum. En þær skila sér sko ekkert rosalega vel í keppnisklúbba. Skrítið. Eða svona, já, á keppnislevel. En þú getur til dæmis, sko, maður getur séð það þannig að norska kvennalandsliði hefur náttúrulega verið ofarlega mjög lengi. Já. Þær hafa alltaf verið að keppa svona titlan og annað, þannig að hvað var að segja, toppurinn hefur verið ansið þéttur hérna og en svo bara þáttakan mjög breið. Já. Finnst mér allavega hjá konum, sko, og ég til dæmis eins og Brits hátíðin þeirra sem svo kannski það sambærilega við þessa sem við erum með í janúar og hún fer fram í hérna fyrstu vikuna í ágúst. Já. Og þar er sko sagt, paramót, bæði tvíminningur og sveitakeppni og svo tvíminningsmót og svo sveitakeppnismót og það víst bara reglan að paramótin eru sko lang stæðst. Já, það nefnilega það. Og það kannski léttari handi yfir þeim heldur en svona alhörðustu mótum? Já, þetta náttúrulega, já, eða þú veist, ekkit voðalega þungur andi, þetta Brits festivalin, heitir þetta, þannig að þetta nú svona frekar létt, sko, en ég meina það er keppt af mikilli hörku og hérna það þykir heiður að ná góðum árangri þarna. Þarna mæta, þú veist, lunga af þeim bestu alltaf. Ég náttúrulega fastur í gamla tímanum sko, þegar ég tala einhverja keppnisörku hér. Manstu til dæmis á Britshátíðinu okkar þegar það var bara takmarkaði fjöldi, það var bara klásus sem að mátti taka þátt og lendir í kötti. Já. Og náttúrulega gríðarlega keppnisarka að komast inn í þessa elítu sem að þarna fekk að spila við erlendu stjörnunnar Ómar Sharif, Sia Mahmood og alla þessa gæja sem kom til Íslands og lenti á forsíðum dagblaðana sko. Og þetta náttúrulega eftir að Íslendingar verða, eða bæði fyrir og eftir að Íslendingar verða heimsmeistarar í Brits. Þetta var rosalega stórt dæmi hér á landi. En þetta hefur sko, mér hefur fundið svona áherslan fara svolítið frá þessari keppnishörku og ofur áherslu á bara þá bestu yfir í að þetta verði svona meira sósíal. Þetta svona, ertu sammála því að það sé líka í Noregi kannski? Já, sko, mér finnst eins og það sem ég fylgst með þar mjög, þeir hafa verið mjög svona meðvitaður að hvað að segja, reyna að vera velkoming eins og maður sletti, sko. Já. Þannig að hérna það eru alltaf keyrðu við hliðin á til dæmis þessum festival þá alltaf keyrt við hliðin á hérna mót fyrir byrjendur þú veist, ef þeir treysta sér ekki alveg í þessi keppnismót og hérna og það hefur verið þú veist, átak í skólum og eitthvað svona en þú veist, þó svo að hérna þetta líti allt, þó þetta sé stærra og líti allt miklu, hvað var að segja, þannig að það sé betur út frá mér séð, að þá þeir bara að þeir vera að díla við alveg sömu vandamál og við hér, sko, þú veist, þeir hafa séð fækkun og fáir ungir spilarar. Eru fáir ungir spilarar? Já, samt, sko, ekki. Þú veist, mér finnst ekki, sko. Þú veist, þegar ég horfi á en þetta svolítið þetta hefur verið svolítið svona prívat initiativ hvað það varðar en þeir hafa fundið þarna uppskrift sem að virðist hafa gengið virka mjög vel Ég held þú sért að segja fólk með pening Nei, þetta sko, það sem að normenn gera þeir til dæmis okkur kannski oft tamt að hampa þeim sem vinna titla og normenn gera það alveg en þeir eru líka mjög uppteknir af því að hampa þeim sem að hérna það sem þeir kalla ildsjeler og það þá fólk sem að ekkert endilega að vinna einhverja titla en að leggja mikið að mörkum til þá
samfélagsins Já. og það og norska sambandið Eldsálir, það já, ildsjelir, eldsálir það er að þú brennur fyrir ykkur og leggur þetta mörkum og það er þú veist þannig að þeir veita verðlaun og þú veist, þeir gera eiginlega fólk að svona, kannski ekki heiðursmeðlimum en þeir gefa þeim svona viðurkenningu sko, þú veist, sem að sett á alla heimasíður og allt þetta sko og þannig að já, það væri alveg, mér finnst það bara fallegt sko Já. og þeir hafa náð ansi eftir þetta verðum árangri finnst mér að minnst kosti í samanburði við hvað að segja nýliðun á ungum spilurum og þá til dæmis það bara módel sem að einn spilar upp í Helgeland byrjaði bara heima í sínu fylki sko og það hefur bara skilað tugum eða hundruðum sko já, þannig að þeir normenn eru að senda ungmennalið í alla flokka já, það er undir 16 undir 21 og undir 26 sem svona þessar þrjár grúppur en samt þeir ekki alveg ánægðir með þetta sko en þeir vilja gera betur og það er bara fínt sko en út frá mínu bætir þá lítur þetta ágætt lút Já, sko þetta snýst náttúrulega allt bara raunhæfan samanburð og hverjar eru aðstæðurnar mér leið nú bara þannig fyrir á að segja 5-7 árum að þetta væri bara búið spil sko, hér á landi bara deyjandi sport já, bara alveg og ég held við höfum við vorum fangar ein velgengni eftir heimsmeistaratitilinn já, algjörlega að við lögðum of lengi of mikla áherslu bara á þá albestu sem eru kannski bara teljandi og fingurum beggja handa eitthvað slags og fókusin var rosa mikið þar og svo áttuðum við okkur á því að við værum bara degi út og Matthías Imsland bara, ég hef áður hrósað honum en ég held að tilkoma hans sem framkvæmdastjóri Brytjasambandsins hafi skipt mjög miklu og margir aðrir sem hafa haft lagt hönd á plóg við höfum verið í svolítið svona varnarbaráttu núna undanfarið en nú finnst mér að sé aftur komin rými til að sækja en mér finnst sko í það sem við höfum tekið þátt í bæði í nýlega námskeiðunum og fórum á eitthvað framhaldsnámskeið og eins í þessu miðviktarsklúbbnum og það sem við höfum verið að gera hjá Brytjasambandinu það er svona alveg áberandi hvað þetta er fallegt samfélag hvað fólk er vinalegt og það er svona hjálpsemi og maður sér að fólki þykir vænt hvert annað þarna. Mikið gleður að hjarta mitt að heyra því segja þetta. Og það er ekkert, held ég, algengt í svona þetta er eitthvað svona hobby fullorðina eitthvað, þú veist og ég er ekkert viss að sé algengt að þetta sé svona svona mikil vinsemd og svona væntumþykja milli fólks og það er alveg svona áberandi fyrir okkur sem komum þarna ný inn fólk þekkist og þykir vænt hvert annað. Þetta er frábært og þess vegna held ég að bara allir sem að velta fyrir sér ætti ég að gera þetta ekki, bara hendur í þetta. Þetta er bara Þá segir ég líka bara í ljósi þessar orðaðina mission accomplished vegna þess að þetta gerðist ekki að tilviljun. Þetta var bara meðvituð ákvörðun að við yrðum að draga okkur upp úr neikvæðninni og framkomu sem var ábótavant yfir í það að taka mjög vel á móti nýjum og það hefur alveg klárlega tekist alveg, það er alveg því að, já, þetta er alveg bara svona við hugsuðum það bara fyrst eftir við byrjuðum að mæta sko bara, vá, þetta er bara alveg allavega í því sem við höfum séð, hef ég ekki orðið varfið þetta viðhorf sem þið eruð að lýsa virkilega gaman að heyra það. Nei, mér finnst svona þessi harka og dónaskapur gagvart, minna sildum spilurum, mér finnst hún hafa nú dottið út alveg fyrir allavega 15 árum frábært þannig að þá voru þessar típur svolítið að týna tölunni En þú ert náttúrulega norskamakkar
Já, ég í dag í bæði með norska makkar og meiri þess að íslenskan, sko. Já, er þetta fljúga á milli? Nei, ég ætla að ég hef nú mætt á Bridge-hátíðina og ég mætt á einstaka mót hér. Já. En hugmyndin að taka þátt í svona þessu helsta hér á næsta vetur. Já. Og það náttúrulega því þá ég flýg. Já. En ég þá með íslenska makka sem er mágur minn. Ragnar Hermansson. Já. Við spiluðum nú alveg saman í gamla daga en eða fyrir ykkurum 15 ára síðan og og við ætlum að prófa. Já. Spennandi. En hvernig hefur þið gengið sko í keppni bestu í Noregi? Hefur náð miklum árangri þar? Já, árangri, maður alveg náð góðum úrslitum en ekki neinum titlum. Ég flytti til Noregs fyrir 14 ára síðan og ég við eignuðumst okkar síðasta barn á eiginlega sama tímapunkti og það nú bara þannig, þú veist, alltaf þegar kemur nýtt barn og maður flyttur með til landa, þetta er alltaf mikið nýtt og maður þarf svona að búa sér svolítið til, þú veist, hvað að segja, ramman í lífinu. Þannig að ég dálítið misti bara Bridge-inn út úr mínu lífi og svo þannig ég spilaði bara ekkert í 8 ár, sko. Nei. Og þannig ég byrjaði aftur svona 2020 og hélt einhvern veginn þetta var nú alveg farið. En fór þarna á þennan norska festival með þeim sem hafðu náðu að draga mig með og við vorum bara í einhvern veginn topparáttu allan tíman þarna og kviknaði þá ég meina í gömlum glæðum. Við vorum maður bara að keppa þarna bara ekkert langt undan sko Tór Helnes og Geir Helgimá sem sko eru með marga Bermudaból titla undir beltinu og þá fór ég að hugsa ég bara ekki orðin svona lélugur eða hefur þeim bara ekkert farið fram þú veist allavega það var svona ákveðið svona viðurkenning held ég eitthvað leiti fyrir mig og svo spurðu þau bara hvort ég væri til að vera með áfram sko og þannig að ég sló til og svo þessi sem ég að spila við úti og búin að spila núna við 4 kannski ár við einhvern veginn bara dróumst svolítið að hvor öðrum og gengi bara alveg ágætlega. Gaman að heyra, þú ert náttúrulega miklum Bridge-ættum. Er það ekki rétt hjá mér að Ester Jakobsdóttir, mamma þín, hafi verið í eina kvennalandsliðinu sem hefur unnið Norðurlandameistaratitill í Bridge? Jú. Já. Hún mamma er aktív á árunum frá 78 til síðasta mótiðinnar 97. Já. Mamma er orðin 81 í dag. Það er ótrúlegt þegar maður hittir hana. Man sér það ekki. Já. En þannig að mamma átti nokkuð langan og bara með alveg sæmilega farsælan feril svona í sinni keppni sko. En hún náttúrulega ég held að hún sé nú ekki með flesta Íslandsmeistaratitla í dag sko meðal kvenna en hún var lengi vel með það. Hún náttúrulega hefur ekki keppt núna í 15 ára eiginlega sko. Burðarás í Bridge áratugum saman. Já. Þið hafið áttað ykkur á því að þetta líkur svolítið í fjölskyldum. Já, við höfum alveg séð það. Við stefnum þá á það. Að verða svona Bridge fjölskylda. Við til dæmis gáum foreldrum okkur í jólagjöf að koma á nýliðanámskeið. Já, skemmtilegt. Og þau eru búin að skella sér og nú erum við að íta að þau fara að spila. Já, æðislegt. Sem minnir mig á það er einmitt að hefjast aftur núna eftir sumarfrí Bridge nýliðanámskeið hjá Bridge Samband Íslands. Síðan múlunum það er hægt að fá upplýsingar það bæði á bridge.is held ég og Facebook síðu Bridge Sambandsins sem heitir Bridge Spjallið. Fyrstu námskeið bara núna síðar í þessum mánuði, ágúst, fyrstu námskeið vetrarins. En það fer nú svona líða því að við þurfum að segja þetta gott. Ég meitt sagproblem fyrir þig, Aron, sem að
Stefán Guðjónsson var að leika sér að þú átt Ásannan, Gósan 3, Kóngósa 3 og drottningu 1050 í Laufi. Þetta 11 punktar eða ekki. Og spurningin í annari hendi á hættu gegn utan spilandi tvímenning, hvort þú opnar eða ekki. Ég hef Ásannan í Spaða, Gósan 3 í hjarta, Kóngósa í Tíkli og drottningu 10. Já. Svo nefni pippana sem að stundu skipta máli. Ás 6, Gósi 7, Þristur, Kóngur Gósi, Tvistur, drottning 10, 7, 5 fjarki. Nei, ég passa þetta. Og trætu við 200 kallinn. Já, mér finnst þetta ég er ekkit rosalega þú veist, þegar ég með svona jafnskiptar hendur, ég er ekkit ofsalega upptekinn við að þurfa alltaf að koma einhver að það sko. En í þriðu hendi? Já, ég myndi átt í þriðu. Og alltaf ef hættur væru kannski öðruvísi eða hvað? Mögulega, sko, en ég argumentið væntanlega þetta að þú viljir koma að útspili, sko, aðalega. Það var mitt argument. Já, þitt argument. Ég opnaði og ég myndi vilja opna. Já, en þú getur alveg hortað á þannig að þú getur líka passað og yfirleitt teikna andstæðingaðinir upp spili fyrir því í sögnum. Veist, það bara þannig. Við komumst ekki hjá því nema að lýsa ykkur alltaf sko. Og þú tekur við útspili í 3 litum vel, mjög vel og eiginlega 4 líka og það er ekki þannig að makkurinn sé hvað að segja, bara hann er vakandi þarna líka, hann út frá sögnum andstæðinganna þá er yfirleitt nær makkurinn að teikna þau upp með þessa cirka 11 punkta sem þú heldur á. Þannig að þetta er ekki Þetta svona skemmtilegt spil að ræða. Ég veit að þið eru kannski ekki alveg með að nótunum, eða ég veit það ekki, en það var svona helmingur af betri spilurinn landsins sem að sagði já ég opna, en hinn sagði passa. Þannig að þetta er svona, þetta er alltaf álitamál og svo ræðir maður hvað og hvers vegna og svona á löngu árabili þá kannski verður fólk spurning bara um lífsýn. Já, lífsýn líka. Og þetta kerfið sem þú ert að operera innan sko. Já, akkurat. Nú er ég með við bara svona hefðbundið standard, þú veist. Við náttúrulega teljum punktana, það er svona þetta fyrsta skref, hvenær við opnum og hvað ætlum að segja. En til dæmis, hvað heitir hann, Ómar spilaði steppa, Ómar Olgeirs. Já. Ómar Olgeirs bent á það að þessi gósar sko, þessi 2 gósar væru oft helvíti lélegir og þannig að það ræðir hver og einn sín rögg. Góðu vinur minn Ingi Agnars, hann keypti sér einhverja bók um nýja punktatalningu og gengur eins og encyclopedia með það núna og kennir manni nýja punktatalningu. Gósin er ekki sko einn, hann er eitthvað annað þegar mann ekki hvað það er. Er það frábært að fá ykkur öll í heimsókn. Við þurfum að svona það er verkefni að dæla fleiri konum yfir þennan þröskuld sem er ekki hár að við missum þær ekki aftur bara út á heimilin eftir nýlega námskeiðin heldur fá þær í klúbbana í keppnistarfið því að það er það sem ykkur finnst svo skemmtilegt. Já, það er það sem er gaman sko. Já, akkurat. Þannig að aldrei verður svo vísa oft kveðin að við viljum Eru konur ennþá svona hóværar eða? Nei, ég veit það ekki. Ég hélt ekki. Ég bara heyrt konur sem að taka þátt í námskeiðum segja að þetta sé bara eitt af besta sem þær hafi gert vegna þess að þær þurfa að taka svo margar ákvarðanir og við lifum enn í heimi þar sem er ekki komið fullt í jafnrétti og það er bara virðstur aðeins erfiðara fyrir konur að taka ákvarðanir út frá félagslegum þrýstingi, út frá sem aðstæðum heldur að kalla. Þannig að valdeflandi og bara, frábært að fá ykkur öll í heimsókn. Gangi ykkur vel í spilinu og góða ferð til Noregs ef þú ert á leiðinni þangað ára minn og ég á eftir að kalla kannski oftar í þig og gott ef ekki ykkur líka bara til þess að halda þessum breytstætti gangandi og hafa hann sem skemmtilegastan. Nú, fyrir ykkur kæru áhorfendur og sérstaklega náttúrulega ég þá að ávarpa Britsara, langar mig að segja það að
það sem að þið geti gert til þess að halda lífi í þessum þætti ef þið hafi gaman að briddsumræðu í sjónvarpi þá getið þið farið inn á samstöðin.is og skrollað aðeins niður og þar hægt að haka við áskriftarhnapp og fyrir aðeins 2.750 krónur styrkið þið samstöðuna og hérna það ekki hálfur hamborgari í miðborginni og við vonumst til þess að þessi þáttagerð, að Bridds-þátturinn hann laði til sín nýja áskrifendur úr hópi Briddsara. Þannig að hérna, ef þú vilt styrkja þetta framlag áfram að við séum með Bridds-umræðu í sjónvarpi, endilega hugsaðu til okkar í verki ef þú ert aflögufær. En þátturinn verður ekki lengri í dag, verið sæl.